Já, verið sæl og velkomin. Það eru áhorfendur á leik Stjörnunnar og Aftureldingar í Ólísdeild karla. Hér mætast tvö geysisterk lið og Hyrna og Stefna. Við bjóðum Ólísdeilingar velkomna í höfnina og að sjálfsögðu Stjörnuna. Tilbúið. Bjóðum velkomna hingað í höfnina. Hyrningarlið 24. október. Á blessa. Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar í Ólísdeild karla. Liðin í dag gott kvöld, mínir og herrar, þið verið velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar á handboltapassan. Leikurinn í kvöld er á milli og kvöldið, mínir og herrar, og verið velkomin á leik Stjörnunnar og Aftureldingar í Ólísdeild karla hér á handboltapassan. Liðin í kvöld eru númer 13 Adam Þorsteinsson, númer 80 Sigurður Dan Óskarsson, númer 7 Jóhannes Björgvin, númer 8 Ritis Kasakevicius, númer 9 Kamsir Alfreðsson, númer 10 Hrannar Bragi Eyjólfsson, númer 11 Andri Már Konráðsson, númer 14 Ísak Logi Einarsson, númer 22 Starri Friðriksson, númer 23 Sigurður Jónsson, númer 24 Pétur Árni Hauksson, númer 27 Jóel Bernburg, númer 28 Hans Jörgen Ólafsson, númer 32 Jón Ásgeir Eyjólfsson, númer 45 Daniel Karl Gunnarsson, númer 46 Benedikt Marino Hertesson. Þjálfarar Stjörnunnar eru Hrannar Guðmundsson og Arnar Daði Arnarsson. Í liði Aftureldingar eru það númer 1 Brynjar Vignir Sigurjónsson, númer 12 Sigurjón Bragi Atlason, númer 14 Einar Baldvin Baldvinsson, númer 4 Þorvaldur Tryggvason, númer 5 Harri Halldórsson, númer 6 Ævar Smári Gunnarsson, númer 7 Árni Bragi Eyjólfsson, númer 13 Daniel Bæring Gretarsson, númer 15 Stefán Magni Hjartarson, númer 19 Haukur Guðmundsson, númer 23 Birgir Steinn Jónsson, númer 24 Blær Hinriksson, númer 34 Aron Valur Gunnlaugsson, númer Ég heiti Tómas Freyr og verð hérna með ykkur í aðstæðum. Þá fer þessi leikur að hefjast. Við sjáum hér liðin undirbúa sig. Afturelding situr eins og er á toppi Ólísdeildarinnar. Stjörnumenn sitja hér niður. Og það eru Afturendingar menn sem að byrja leikinn. Og dómararnir flauta þetta alltaf Þorvaldur Tryggvason og Birgir Steinn fyrrverandi Stjörnumann eins og við vitum. Mætingin í kvöld er þokkaleg. Vel stutt við bæði lið.
Hallar á það yfir, Blær kemur hérna á miðjuna. Sjáum hérna Ísak Logi einangrar strax Birgistein. Stjörnumenn í eins konar 5-1 útfærslu. Vel brotið hjá Jóni Ásgeiri. Geysilega sterkur í vörðinni í vetur. Einhver sem að fara að skora. Já, það er með að skrifa á þetta dómararnir. Þarna kemur þessi leik. Við að komast í boltann. Þá hefur komið sterkur inn. Andri. Pétur. Ísak kemur hérna á miðjuna. Vel sótt. Sendir á Jóni Ásgeir og frábærlega klárað hjá Jóni Ásgeiri. Afturölding hægir á tempóinu. En Ísak Logi heldur sig framalega. Ekki fá Birgistein á fluginu þarna. Blær og þetta fer framhjá. Kemur þessi leik. Ísak. Ísak aftur. Stjörnumenn stilla upp. Alla kerfi núna. Ísak á miðjuna. Vel á hann, já og frábærlega kláraði Ísak Logi. 2-0 fyrir Stjörnuna, þau byrja þetta vel. Vel stólið hjá Starra. Hann sætir það fram. Og virkilega vel klárað hjá Arnó Braga. Nei, á Jóhannes Björnsson. Sjöunar að villast fyrir mér hérna. Blær hérna. Stjarnan byrjað gríðarlega vel, en Afturelding ekki að finna sig í sókninni eins og er. Blær. Birgisteinn og Hallur Arason opnar markareikningi hérna í kvöld. 3-1. Virkilega vel tekist á hann á línunni. Sjáum það. Dómarinn aðeins að minnast á það. Passa peysutogið. Gunnar Magnússon vill fá meiri kraft í sínum, en sjáum hann klappa á áfram hérna. Já, Stjörnumenn að fara að sýna eitthvað. Ísak Logi. Pétur. Já, gult spjald. Réttilega dæmt. Pétur. Þetta var skemmtileg pæling en gekk ekki upp. Starri reynir að stela. Stjörnumenn þáliða tilbaka og þeir vinna boltan aftur. Úr hjá Aftureldingu. Virðist vera að kerfi Stjörnumanna hafi raskað sóknarleik Aftureldingar. Þeir eru ekki búnir að finna sig í þessum leik, en þeir eru auðvitað gífurlega vel mannaðir, þannig að hver veit. Stjörnumenn stilla við svo. Þetta virðist vera planið að fá Ísak Loga á miðjuna og hann, það er ekki alveg. Það er hérna byggðum línu, en dómarinn segir láta leik halda áfram. Þetta er á línuna og vel klára hjá Þorvaldi. Pétur Árni, Ísak, Andri og Starra og
Hvað er þetta? Hvað er hann að dæma? Hann dæmir ruðning. Afturhelding er að finna sitt mótjó hérna í þessum leik. Ekki alveg búnir að ákveða hvaðan þeir að fara á það Stjörnumenn. Þetta er yfir hérna. Hallur Arason er frábærlega varað hjá Adami. Og Adam, nei. Íhor Kopczynski opnar reikninginn í kvöld. 3-3, allt jafnt. Á Ísak. Og Ísak klárar þetta frábærlega. Hann er komið með 2 mörk í kvöld. Og virðist alltaf nýta tækifæri. Heyrist vel í afturheldingar. Þannig að þetta í stúkunni. Harri Halldórs leitar að sendingu. Þetta er á Harri hérna aftur, frábær yfir þetta að finna og hérna á hann á Pétur Árni. Vel brotið. Guldspjald, Pétur. Birkisteinn. Hall. Yfir aftur, reyna þetta aftur og vel gert hjá Pétri Árna. Hann ætlar ekki að hleypa honum fram hjá sér. Yfir, Hallur, þeir þurfum að fara að sína eitthvað. Hendur hlýtur að fara upp. Hann er komin upp, það er sendingar. Fríkast. Dómarinn gefur til skilna að séu 3 sendingar eftir. Og upp fer hann Hallur og hann skorar. Frá Pétur, aftur á Ísak, Sandra. Pétur yfir, sækja breytt. Leitar að Pétur en sendur á Sandra. Jón Ásgeir, Vikkir yfir, Andri. Harri Friðriksson, vá, virkilega vel klárað. Þetta er allt í markaleik hér í Hekluhöllinni. Birkisteinn og Blæ. Þær sækir á. Þetta er á Hallur. Vel gert hjá Jóni Ásgeiri. Erfitt að fara fram hjá svona turn. Birkir, Blær. Hallur, erfið sending á hann og Jón Ásgeir blokkar þetta frábærlega. Íhor klúrar stöngina. Frábær sending hérna. En boltinn vildi ekki inn. Stjörnumenn heppnir þarna. Max Jörgen er sína fyrstu mínútur á vellinu. Það er inn á í sóknarskiptingu fyrir Ísak Loga. Andri, hart barist hérna. Íhor að fá tiltal frá dómarunum. Þeir eru í peysutón. Já, dómarinn er að leggja línuna fyrir þetta. Hann vill ekki sjá svona í leiknum. Leikinn aftur. Hans Jörgen. En sækja Stjörnumenn breytt. Lokað á Pétur Árna og Tandri fær boltan. Setur hann á Hans Jörgen og hann klárar þetta vel, virkilega vel. Blær. Þetta er ekki alveg nógu vel gert. Ísak Logi klárar þetta frábærlega. Fríkast þetta. Virðist vera afturhending vilji sækja hratt en Stjörnumenn eru fljótið tilbaka.
Sjáum hér hinn unga Ævar Smára Gunnarsson spreyta sig. Það er á ferðinni. Vel varið hjá Adami, en vissulega réttilega dæmt þarna. Hann þarna aðeins inn í teignum, víti fyrir afturhending. Vel fiskað hjá honum Þorvaldi. Birgir Steinn stígur upp. Og Adam Þorsteinsson ver. Virkilega vel varið, sá hefur byrjað vel. Þetta er auðvitað dýrkeypt hjá afturhendingamönnum. Þeir megi ekki við svona mistökum. Blær er boltar hérna. Blær aftur á Birgir Steinn og Birgir Steinn klárar þetta vel. Vel upplagt hjá þeim. Gott brot hérna hjá afturhendingamönnum. Pétur Árni byrjar þetta svo hérna. Ísak. Þetta var hættulegt. Stjörnumenn þurfa að passa sig á þessu. Það var mættur að fiska Harry. Pétur Árni leggur á. Ísak Logi kemur enn og aftur í fintuna og þetta hljóta að vera 2 mínútur. Jú. Birgir Steinn, 2 mínútur. Stakkuldir hans í leiknum í kvöld. Eftirleikamenn skipta hér inn á Þorvald Sveini Ólafssoni í staðinn fyrir hann unga Ævar Smára í vörninni. Jóel Bergfúl komin á línuna fyrir Jón Árni. Það er kvílt núna. Pétur Árni á Ísak Logi sækir á Pétur Árni. Þetta að gera betur úr þessu. Einu færri og hvað gerist þarna? Mér skilist Tandri fara með hendunar í andlita á Árna Braga. Er hann að fiska þetta? Ég er ekki viss hvað allir dómararnir segi. Ég vilja fá sjúkraþjálfara hérna. Það ræði þetta sín á milli. Tandri er ekkert allt of sannfærandi sinni líkamstjáningu. Þau gefa honum 2 mínútur. Laufalegt hjá Stjörnumönnum. Einum fleiri. Við þurfum að vinna sig upp á þessu. Ég hefði getað myndað gott forskot þarna en það hlýtur að koma seinna. Bæði lið jafn skipuð. 5 á 5. Afturhending tekur markmann á móti. Mér sýnir að taka 6 á 5 á þetta. Blær. Ævar Smári á Blæ. Harry. Sveika sendinguna. Fín blokk hérna. Þorvaldi. Ævar Smári kemur. Vel klárað í unga drengnum. Þetta var einfalt. Harry. Pétur Árna. Jörgen. Pétur. Strákarnir hjá Stjörnunni. Ísak Logi á Hans, Jörgen, Pétur Árni. Ísak Logi kemur hérna á miðina og hvað gerist hérna? Bara fríkast. Vantaði hérna aðeins upp á þetta. Mér sýndist afturleikmaðurinn hlaupinn í teiginn. Pétur Árni á Hans, Jörgen, Ísak Logi. Út á ferðinni og á Hans Jörgen. Virkilega vel varið hjá Einari Baldvini. Smári á Blæ, á Harra síðan, Íhor, Stimplar, Smári, Meir, afturlíka bara stillu,
6 á 5. Þær sækir en fær ekki fríkastið. Það ætla Stjörnumenn að gera núna. Þeir verða að vera þolinmóðir og Jónas gerir kláralega. Skilaði góð vörn hjá honum. Þolinmóður. Jónas gerir á móti Blæ. Og Arni fer inn og klárar þetta vel. Bæði lið, fullskipuð, báðir. En þetta ná. Már. Ísak. Ísak. Það er hreinu. Senda hann yfir en nærði ekki. Ísak Logi á hann. Það er brotið á honum. Já. Og vel. Pétur Árni. Stjörnumenn snifla. Still upp í kerfi. Tandri Már fer á miðjuna. Kemur á feðlinni á Birgistein. Það er vel mætt. Léleg sending hjá Pétri Árna. Þessi var erfið. Árni á Íhor og hann klárar þetta vel. Afturhalding og með 2 marka forskot eftir góða byrjun Stjörnumanna. Tandri Már á Ísak. Virkilega góð gappreyfing og hann klárar þetta frábærlega. Ísak Logi Einarsson. Hann er góð með 3 mörk í kvöld og hann ætlar að standa sig í kvöld. Sýnist uppleggi vera að Ísak verði hérna forsprakki. Taki svolítið á skarið. Þannig að springi upp vörn afturhalding. Birgistein aðeins rúmfer hérna og getur á Blæ. Og hvað er hann dæma hérna? Sýndist hann fara í andlita á hann. Já, því miður. Pétur Árni er hérna að fara út af með 2 mínútur. Það er þetta. Það býðir nú við. Það er Jón Ásgeir Eyjólfsson sem fær 2 mínútur. Þeir hérna í hjálpavörðina og rekst í andlita á honum. Blær virðist alltaf hrista þetta af sér. Og svo bara hlautir þetta á núna. Stjörnumenn aftur orðnir 1 færri. Hvað skal nú gera? Blær á Birgistein. Sendur á Ævar Smára og er þetta ekki ruðningur? Jú, dómarinn dæmir ruðning. Vel fiskað hjá Jóhannesi Björgvin. Björgvin haldur hann inn á. Stjörnumenn taka markmanninn út af. 6 á 6. Björgvin sendir á Pétur og Stjörnumenn taka leikhlé. Já, það stefnir allt í ansi jafnan leik hjá okkur hérna í kvöld. Stjörnumenn hafa byrjuðu betur en Afturelding hafa unnið sig inn í leikinn og eru komnir yfir hérna þegar 17 mínútur eru búnar af leiknum. Fyrri hálfleikur rétt hálfnaður og Stjörnumenn geta verið sáttir með flóknarleikinn en spurning með nokkur laufaatriði eins og til dæmis 2 mínúturnar. Þær eru ansi dýrkeyptar. Það telur allt. Hannar stappar stálið í sína menn. Vill fá það feskari inn í þetta. Jörgen gerir þetta. Sendir á Tandra. Boltan yfir. Pétur Árni, Birgisteinn sækir Hans Jörgen út. Pétur Árni, Hans Jörgen kemur á hann. Vel brotið þarna. Lósuðu þetta Aftureldingamenn. Það eru mættir. Hans Jörgen á Tandra en leysir Jónas Björgvin inn.
Aftur út, Hans-Jörgen á Tandra, Tandri fer upp og þetta er furðuleg sending en þetta er fyrir hotna Pétur Árni og þetta er ennþá furðulegra. Andri Már kemur á hreyfingunni, heyrðu! Já, fríkast. Hefði mögulega getið verið ykkur í þessu, veit það ekki. 3 sendingar eftir, segir dómararnir, hendi komin upp. Jóel á Pétur Árna, Andri og hann klárar þetta virkilega vel upp í vinkilinn. Andri Már Konráðsson, takk fyrir. Birgisteinn og Hans-Jörgen mætir, Harri og Birgisteinn og Hans-Jörgen mætir enn og aftur en þarna er hann aðeins og sitt, hann þarf að passa þetta. Birgisteinn, Harra, Ævar Smári. Ísak Logi sækir ennþá Birgisteinn út. Hann ætlar ekkert að hleypa honum inn í þetta. Ævar Smári og Birgisteinn. Harri kemur upp, sendir hann á Birgisteinn og Adam Thorsteinsson. Frábær varsla. Þetta var hann búinn að lesa, fer hérna í splitt á gólfinu. Pétur Árni á Tandra og Herro aðeins á sókninni. Á Ísak og aftur á Tandra. Stjörnumenn vera aðeins að hægja á leiknum. Vilja stýra tempóinu auðvitað á heimavelli. Ísak Logi kemur á miðjuna á Pétur Árna og frábærlega gert og víti. Tók þarna snudduna á stönginni en sýndist hann nú vera skjót í skrefinu og því dæma dómararnir víti. Andri Már stígur á fótinn og klárar þetta virkilega vel. Þetta er frábærlega gert hjá Tandra Má. Sá hefur verið góður í kvöld. Staðan er 9-8 fyrir Stjörnuna og þeir eru búin að snúa þessu aftur við. Ígor sækir á Steflar, Blær á Birgisteinn og Blær aftur yfir á Ævar Smára. Og þeir dæma skref á Ævar Smára. Það var óheppilegt hjá unga manninum. Tandra yfir á Ísak. Tandra. Benedikt Marino hér að koma inn á fyrsta sinn í leiknum. Sá hefur átt sína rispur í vetur. Hann er sterkur inn. Þeir sækir á Benedikt. Aftur á Ísak og Ísak sendir á línuna á Jóel Bergbúk sem klárar þetta vel. Stjörnumenn eru að leika á alls oddi. Þeir finna lausnir. Mér sýnist Birgisteinn vera að koma í bíl núna. Nei, hann veit hvað hann aftur einu. Blær. Á hann hittur á Birgi og Blær hérna baráttu. Jón Ásgeir ítir þetta síðan og aðeins eftir á þarna. Góð vörn, virkilega vel hjálpað þarna. Birgisteinn á Hall og Hallur sækir á Tandra og klárar þetta vel. Vantaði aðeins upp á vörnina þarna hjá Tandra. Sækir á, sendir á Benedikt Marino á Tandra, vartar undan peysutogi. Dómararnir ekki sammála því. Stöðva leikinn, ræða við leikmenn. Og aftur. Benedikt Marino á miðjuna á Tandra. Sækja Benedikt Marino, kemur inn á miðjuna. Sendir á Ísak, Ísak sækir. Benedikt kemur vel inn á þetta, vel varist, Hamma. Góð samvinna hjá Birgisteini og honum Harra. Tandri. Björgumlausir og Tandri skýtur og þetta er vel varið hjá honum Einari Baldvini en þetta fer út í innkast. Stjörnumenn halda boltanum.
Ísak. En leysir Jóhannes Björgvin. Það er boltan hérna. Benedikt Marino. Reynir sendinguna en hún klikkar. Afturlíking sækir hratt. Íhor. Hann klárar þetta. 10-10. Benedikt Marino á Hans Jörgen. Miðinni. Benedikt Marino hér. Aftur á miðina. Afturlíking sækja hátt hérna og þeir dæma skref á Ísak Loga. Þetta var réttum stað. Þeir dómararnir. Birgisteinn hoppar í fríkastunni, ég veit ekki alveg með það. Þær allur á Árna. Ísak kominn mjög hátt upp hérna til þess að sækja það á miðinni. Fylgir Birgisteinn. Blær skýtur en virkilega vel var í Adami Torstensen, en Árni nær frákastinu og klárar þetta. 10-11 fyrir Aftureldingu. Ísak Logi yfir á Benedikt Marino, hann fer inn í þröngt færi og þetta ver Einar Baldvin vel. Stjörnumenn eiga hins vegar innkast og halda því boltanum. Benedikt Marino svekktur með þetta. Þeir halda þó boltanum. Jón Ásgeir er hérna boltan, kemur inn á. Stjörnumenn taka markmanninn út af og spila þá með 2 línumenn. Benedikt Marino á Ísak Loga. Hans Jörgen á Ísak Loga. Hann leitar að línunni. Hans Jörgen í hornið og þeir dæma ólöglega blokkeringu. Þetta er ódýrt. Stjörnumenn þurfa að passa sig á þessu. Leikurinn er fljótur að fara ef við söfnum svona mistökum upp. Jón Ásgeir klárar vörnina vel þarna. Skilaði vel gert. Blær á Birgisteinn. Hér á Hall. Svipaður leikstíll. Báðum liðum í kvöld. Birgisteinn, Birgeist og þetta dómarnir dæma hérna skref. Þetta yfir þessi leik. Hans Jörgen, Ísak Logi á ferðinni. Þarna hefði ég viljað sjá hann skjóta. Hann sendir hann á Benedikt Marino. Ísak Logi kemur inn út af fyrir Tandra. Hans Jörgen kemur. Tandri, Benedikt, Tandra. Aftur á Hans Jörgen og hann stekkur upp og Einar Baldvin. Enn og aftur veran frá Stjörnumönnum. Þetta eru svona lokaskot sem að Stjörnumenn eru myndið að taka. Þú eru að passa sig, vanda færin. Hallur á Blæ. Harri aftur á Blæ og Harri sækjar á Tandra og Ísak nálægt í að stela honum. Aftur, Blær og Harri. Það er í hvert hann á að leita. Sendir aftur á Blæ. Hendin komin upp hjá dómarunum. Harri stekkur upp, finnur Árna Sirkus og Íhor klárar þetta vel. Afturendingamenn fagna þessu innilega á bekknum. Stjörnumenn ekki sáttir með sig. Harri á Benedikt. Still upp í sókn. Andri. Hans Jörgen. Aftur að Tandra. Og Benedikt Marino. Andri leitar að sendingunni, finnur hann ekki. Hans Jörgen. Andri aftur. Og línan er gapandi frí. Jónaskeið biður boltan. Andri Már á Benedikt Marino og tósað í hann. En dæma bara fríkast. Hann kemst ekki fram hjá þeim. Vörnin að standa sig vel hjá Aftureldingunni. Það var náða herðana til muna hérna síðara hluta fyrri hálfleiks.
Hans Jörgen stekkur upp, sendir á Tandra og Tandri. Þetta virðist vera uppáhaldshornið hans í kvöld. Og með 4 slummur. Tandri Már Konráðsson. Takk fyrir. Hallur svarar fljótt fyrir afturhendingumenn. Stekkur hér upp og klárar. Hún er hérna endan á milli. Hans Jörgen fer í fintuna en þeir dæma skref á þetta. Passa dribblið. Hallur á Harra, Harri á Jóel og fer fram hjá honum auðveldlega. Adam Þorsteinsson er ekki sáttur við Stjörnumenn þarna. Stjörnumenn þurfa að loka fyrir hálfleiknum vel. 3 marka muni núna, 11-14 fyrir afturheldinguna. Már fyrir á Jóhannes Björgvin, á Ísak Loga. Miðina, Benedikt Marino, Stjörnumenn ennþá með 2 línumenn inn á, taka markmanninn út af. Benedikt Marino hleypur á og klárar þetta virkilega vel. Afturheldingamenn ósáttir og vilja fá ruðning en Elstil og Seinir þarna. Annar maðurinn í inntegnum. Ómarinn stöðva leikinn, þurrka boltan. Já, Stjörnumenn þurfa að byggja á varnarleiknum sem við vorum með hérna í byrjun leiks. Vinna aftur upp. Þetta forskot sem afturhending er með 12-14. Harri á Hall. Hall er aftur á Harra. Lær hérna. Lær komið langt fyrir aftan miðju. Harri fær boltan yfir. Lær. Benedikt Marino sækir Harra og vel brotið hjá honum. Ég meina að þið farið í andlit á honum. Barvaldur, hér er þetta hérna Harri. Sækir sækir Geist hérna. Heltir Blæ eins og skuggan. Hallur sendir á Harra. Harri leitar að Blæ. Blæ kemur hérna í árásina og aftur á Harra og Harri framhjá. Adam Þorsteinsson, aftarist í leik. Ísak Logi sækir, finnur Jóhannes Björgvin í horninu, gapandi frýr og klárar þetta virkilega vel. 13-14. Lítið eftir að fyrri hálfleik og Stjörnumenn vilja loka þessum hálfleik. Vel. Hallur á Blæ og Blær yfir á Harra. Hálf mínúta eftir. Afturhelding þarf að skora. Hallur sækjar Tandra yfir handa. Já, vel brotið hjá þeim. Glæsir hérna á Ragmarskassan. Getur ekki verið þægilegt. Afturhelding tekur leikhlé. Já, Gunnar Magnússon vil ekki stilla upp í eina lokasókn. Stjörnumenn þurfa að standa þetta af sér. Loka hálfleiknum. Ragnar Guðmundsson með miklar handabendingar hérna. Vill að menn séu á tánum. Meðan Gunnar Magnússon er yfirvegaður og vill að sínir menn taki sinn tíma. Já, það fer að stilla í hálfleik og staðan í öðrum leikjum dagsins er 18-16 fyrir HK er 14-14 í Fjölni Gróttu. Jafnt hér í Ólisteildinni milli leikja. Afturhelding tekur hérna boltann og hefur 15 sekúndur til þess að nýta sér. Árni byrjar með boltann og sendir á Hall. Hallur er ennþá að leita Birgisteini sem er á miðjunni. Blær hérna á hreyfingunni. Sækir, Jóhannes Björgvin kemur út. Sækir Hall, Hallur á Blæ og Blæ skýtur en tíminn er útrunninn og þar er hálfleikurinn liðinn. Við heyrumst og sjáumst í seinni hálfleik. Takk fyrir.
Þá verður að stýrðast í seinni hálfleiki. Jæja, seinni hálfleikurinn að fara af stað og það eru Stjörnumenn sem að byrja með boltann. Báðir þjálfarar fengið að spjalla við sín lið. Mér við hlið handbolta sérfræðingurinn hann Halldór Snær Lárusson. Jæja Halldór, hvernig leggst þetta í þig? Hvernig heldur að seinni hálfleikurinn fari? Ég held að það verður mjög jafn leikur eins og fyrri hálfleik. Ég er nú enginn handboltaprófessor en ég held að það verður spennandi og góður leikur. Nei, klárar aldrei doktorinn? Nei. Nei, svona þetta. Illa lesin í handbolta. En þá verður rúlega aftur á staðinn í seinni hálfleikin. Já, allt vinalegt hérna í seinni hálfleiknum. Þeir skiptast á boltanum. Pétur Árni hérna, Andri, en leysir Jóhannes Björgvin inn á völlinn. Yfir á Pétur Árni, Svolítið á Tandra, Ísak Logi, frábær finta og það er virkilega vel klárað hjá Ísaki Logi einar sinni. Sá að fara á kostum í kvöld. Ísak og
Tandri eru með einstaklega góðan leik sem ég dag. Já, dómarinn dæmir línu. Stjörnumenn byrja hér að krafti í seinni hálfleik. Pétur Árni, hann fram á Ísak Logi, hangið aftan í honum. En þeir prófa leikinn aðeins hérna. Já. Stjörnumenn ætla að sækja sigur í kvöld. Pétur Árni á Tandra. Jóhannes Björgvin, hefði alltaf getað að breyta þessu leikkerfi, það er að virka. Veitir hérna inn, Pétur Árni. Ísak Logi sækir á. Tandri, hann bara að gera eitthvað, hendur hlýtur að fara að koma upp. Ísak Logi á Tandra. Tandri skýtur og skora. Frábært mark hjá Tandra Má. Þannig stúkan tekur við sér. Tandri búinn að vera með rosalega þrjumir hérna í dag. Já. Vá. Las þetta hann Tandri, en fékk hann á kjaftinn hérna. Þetta hefur ekki verið hæðilegt. Tandri hafi verið gefandi fastan í kvöld. Hún var rosalega þrjumir sem að koma hérna rétt fyrir utan punktalínu. Það er fallegt að sjá þetta. Fallegt. Sorba farið í gang og Stjörnumenn gefa engan afslátt í að hreyfa í gang hérna. Birgir Steinn á Blæ. Birgir Steinn hefur hérna verið í gíslingu á sínum gamla heimavelli. Ísak Logi svoleiðis tekið hann úr umferð. Ekki ná sínu tempói hérna. Dómarinn stöðva leikinn til þess að minna leikmenn á að ekki vera hrinda og tosa í hvern annan þarna. Minna þessu. Meiri bolta. Blær. Sækir á. Kemur. Stekkur. Á Hall og Hallur klárar fram hjá Sigga Dan. Ísak Logi sækir á. Tandri. Afsakið tæknilega örðuleika. Vesenni hérna í fyrirhálfleiknum. Jóhannes Björgvin leysir inn. Tandri á Pétur Árna. Gekkur upp. Tandri klárar þetta. Aftur. Eins og Eiríks Björgvin í Magadisk og þá er Tandri klár aftur með enn eina kanónuna. Já, vel varist í Stjörnumönnum. Já, við afsökum smá tækniörðuleika hérna í þessum leik í kvöld, sérstaklega í fyrri hálfleik og í byrjun fyrri hálfleik þar sem að menn voru að jafna hérna hamborgara og að lýsa sama tíma, en það er nú ekki gott saman sem er til hér á milli. Matur og lýsing fer ekki vel saman. Nei. Áhorfendur. Pulsa. Minna það. Pulsa. Blær hérna með boltan. Þetta á Hall. Hallur. Blær leitar að sendingunni. Birgir er hérna einn á auðum sjó á miðjunni. Þeir keyra á völlinu. Og vel góð sending á línuna og þarna klárar Þorvaldur vel. Þeir keyra hérna á völlinu hjá Stjörnunni með heklubíl í bakgrunninum í auglýsingunum. Ísak Logi á Pétur Árna. Hann sækir að fyrir sjálfur í gegn og hann vinnur vítakast. Afsakið. Dómarinn stöðvar leikinn. Það gerist þeim að flagga mikið á milli fótbolta og handbolta. Það er örugglega menn á alltaf í boltanum. Pétur Árni er þjáður hérna. Ætli hann geti haldið áfram leik. Virðist vera hérna vinstri öxlin hjá honum. Já, ekki gott fyrir örvhentan leikmann. Ég held að Deep Pelvic Bowstretch ekki var að gera mikið fyrir þennan þarna. Það er aðalega mjöðmaæfing sko. Það þyrfti að fara í hérna hefðbundnu teygjurnar að halda í höfuðverkfærum og svona aðeins að létta á öxlinni. Tandri Má stígur á punktinn. Og gefa hann fastan í neti í skotinn af það. Þeir eru að klára vítin virkilega vel hérna í kvöld. Ætlar ekki að klikka. Hún æfa sig vel. Við erum að statsa þetta. Blær stekkur upp og klára fram hjá Sigga Dan. Stjörnumenn sækja hratt hérna. Næja síðan á þessu.
Fylla hérna upp, sækja breytt. Pétur Árni á Ísak Loga, stekkur upp, þeir fyrir að fara að taka skotið. Andri Már, þessi fer yfir, aðeins og fastur þarna. Blær sækir hratt á, sendir á Þorvald og lekur fram hjá Sigurði Dan. Sá ekki sáttur og frusa boltanum fram. Og ég ekki frá því að það hafi verið lína hjá okkar manni hérna í afturlendingu. Já, leifin dómarinn að skera úr það. Pétur Árni, Stjörnumenn virðast slegnir út af laginu. Þeir eru að vinna sig aftur inn í leikinn. Staðan ennþá 17-18. Það er svona að missa tempo en það er bara að koma haustum aftur inn í leikinn. Nákvæmlega. Og það gera þeir hérna. Frábær varsla hjá Einari Baldvini. Sá hefur verið góður í kvöld. Blær sækir á Birgir Steinn, kemur á flugbrautinni og klúðrar. Hann leggst nú bara í gólfið hérna. Dómarinn Það gefur ekkert fyrir þetta. Og enn aftur varið. Starri Friðriksson, þarna verður að gera betur. Já, einhvers konar lágpunktur hérna í leiknum, en virðast ekki geta klára færin. Blær Hinriksson, finnur Árna og hann klárar þetta frábærlega. 17-19 og Sigurður Dan er enn í vandræðum. Hann er ekki í klukkabolta hérna í seinni hálfleik. Andri Már, Ísak Loga og þeir dæma skref á Ísak Loga. Þetta eru litlu mistökin sem við töluðum í fyrri hálfleik. Þetta telur allt á leikslokum. Arnar Daði og Fannar Guðmunds eru ekki sáttir. Vilja fá meira frá sínum mönnum. Blær á Birgir Steinn. Birgir Steinn er hérna á Ísak Logi, eltir hann ennþá. Hallur og dómarinn dæmir hérna boltan af afturheldingu. Andri Már og Pétur Árna. Skipta hérna boltanum á milli sín. Hans-Jörgen. Pétur Árni sækir á en lítill kraftur í þessu og ekki vænlegt til árangurs. Stjörnumenn eru ennþá að finna mark hérna, eru búin að vera markalausir í dágóðan tíma. Þarna bjarga dómarinn. Þetta er ég ekki alveg viss með sko. Stjörnumenn þurfa að stimpla og sækja almennilega á afturheldinguna eins og við gerðum í fyrri hálfleik. Pétur Árni, hendir komin upp hjá dómarunum. Hans-Jörgen, haldið aftan í hann. Þetta snýst nefnilega það að teygja vörninni, komast fram hjá og setja boltan inn í helgursnetið. Frábærlega gert og enn ver Einar Baldvin. Þarna rást Jóni Ásgeiri bógalistinn. Og þeir sækja hratt og þarna, þetta er svo ódýrt, Birgir Steinn svara strax, varsla og mark. Þetta er munurinn sko, bolt í net, engin bolt í net. Það er einmitt að snýst Bolt í net. Stjörnumenn, þeim líst ekkert á þetta Hrönnari og honum Arnari Daða, þeir taka leikhlé. Afsakið þetta. Já, Fannar að leggja línunar hérna, þurfa að koma sterkari inn í þetta. Vill fá sjá
og sjá eitthvað meira frá sínum mönnum. Við óskum auðvitað Magga Disco til hamingju með afmælið. Hann mættur góðsögnin sjálf að lýsa hérna. Já, hann hefur lykilmaður í starfsemi Stjörnunnar árabil. Stýrir hérna tempóinu í stúkunni. Benedikt Marino á Hans-Jörgen. Hans-Jörgen, Benedikt Marino á ferðinni á Hans-Jörgen og Hjálmtýr kemur í loftið og skora. Hjálmtýr Alfreðsson! Við fengum hann! Fyrsta mark Hjálmtýrs í þessum leik. Svona, veit ekki með þessa vörn. Þorvaldur, auðvelt. Þetta allt og auðvelt. Hans-Jörgen á Benedikt. Aftur á Hans-Jörgen. Hann í loftið og enn önnur kanónan, bara ekki á ramman. Lítil sending og þarna var Sigurður kominn ansi langt út úr teignum. En sleppur fyrir horn. Stjörnumenn eiga boltann. 20 mínútur eftir í þessum spennandi leik. Hans-Jörgen á Benedikt Marino aftur á Hans. Það getur á vinstri kantinn. Haldið aðeins í Hans hérna. Frábær sending. Og Jóel Bergburg. Takk fyrir túkall. 19:21 staðan hér í Heklu höllinni. Stjörnumenn kom með 2 mörk. Það líta aðeins betur á þetta. Eitt hérna á Hall og Þorvaldur með boltan á miðjunni, sendir á Birgisteinn. Blær sækir á og Birgisteinn, frábær finta og klárar þetta vel. Hann sækir Stjörnumenn að Benni. Já, Stjarnan þarf að líta inn á við. Andri Már á Hans-Jörgen, Benedikt Marino. Og þetta furðuleg sending. Blær liggur ennþá, ekkert búið að dæma. Birgisteinn, þetta á Stefán Árni ánægður með. Leður hér í einn fyrstbúm. Blær á Íhor, aftur á Blæ, sækir, Birgisteinn. Virðast vera að raska vörn Stjörnunnar ansi vel. Stjörnumenn ekki með svör við þessu. Blær alveg galopinn og Adam kemur sterkur inn hérna. Búinn að hvíla í seinni hálfleik en kemur hér inn og nær strax vörslu. Spurning með tvígripið þarna, Tandri ekkert allt of samfærandi en það sleppur. Tandri á Hans-Jörgen. Skipta boltanum hér á milli sín. Hjálmtýr leysir inn, fær boltan á Benedikt Marino. Aftur á hann hérna. Hans-Jörgen, Andri á ferðinni. Þennan gat hann ekki varið og boltinn vildi inn. Þeir verði hann ekki þarna. Kanónan, beint inn. Og þeir svara strax fyrir þetta. Birgisteinn, þetta ódýrt. Lekur hann inn. Andri Már á ferðinni. Þeir vilja fá rauðning. Beint á Hjálmtýr upp í loftið. Dæmi víti. Þeir dæma víti. Árni liggur inn í teig og þeir eru gapandi afturhaldingamenn. Það var stöðuleikinn. Hjálmtýr sáttur. Glottir út í annað. Afturhaldingamenn eru ekki alveg beint sáttir við þessa ákvörðun dómarans. Afturhaldingamenn fá hérna inn Og hér kemur Tandri á Brynja línuna. Vigni til þess að getur hann varið þetta. En aftur er hann að fara að gefa okkur enn eina kanónuna. Andri Már. Auðvitað er það beint í netið. Upp á hálshornið. Fastur í netið. Virkilega vel klárað. 2 marka munur. Geta Stjörnumenn unnið þennan leik. Hér
Við þurfum hér að styttast. Hallur á Harra, aftur á Hall og sendir á Árna sem sækir inn og sendir á línuna og þetta er vel klárað hjá Daniel Bæring. Stjörnumenn sækja hér hratt en er ekki nógu fljótur með skiptingarnar. Andri Már á Ísak, Ísak á Benedikt. Fótur út í innkast sem Stjörnumenn eiga. 3 marka munur. Stjörnumenn þurfa að saxa á þetta forskot afturlíkamanna. Talar að saxa, ég held að Stjörnumenn sé að búa til pulsu eina með öllu, eru núna að saxa niður frá að laukinn. Svo er bara pæling að steikja hann. Ísak Logi, frábær finta! Ég er ekki frá því. Það var einu skrefi frá annarkvort vítið eða 2 mínútum. Ísak Logi slettur þetta af sér. Halldór leysir inn. Andri í loftið. Ekkert upp úr því. Benedikt er hérna á miðjunni. Einhver ruglingur í gangi. Aftur á Benedikt. Þetta er hann að tandra. Þessi varinn en Ísak Logi. Þetta ver Einar Baldvin. Þetta er ekki nógu gott hjá Stjörnumönnum. Og þeir gætu verið að missa þetta í 4 marka forskot. Afturleikamenn róa hérna niður leikinn. Já, á leiknum, enga tapa. Tíminn vinnur með þeim. Hallur á Birgistein og Harri sækjar á Benedikt. Aftur á Harra. Hallur með boltan. Harri og Jón Ásgeir. Hjálmtýr örlítið og seinn. Hann læður þessu fram hjá Adami. Ísak á Tandra. Aftur á Ísak. Benedikt. Þeir þurfum að fara að sækja þarna á. Við þurfum árásir. Ísak Logi á Tandra og þarna er ekkert tempo í þessu. Stjörnumenn þurfa skiptingu. Jóel Bergburg kemur út á Benedikt. Ísak Logi á Tandra. Ísak sækir á, klipping á Benna. Tandri 1 á 1, sendir á Jóel. Og svo aftan í hann. Hvað dæmir dómarinn? Hvað segir hún bara standa upp? 2 mínútur, já. Þetta datt mér í hug. Ég held að maður ekki fara að dæma neitt. 2 mínútur á Daniel Bæring. Þetta er kærkomið fyrir Stjörnumenn. 2 mínútur er heldur langur tími. Heldur betur, stutt eftir á leiknum. Þetta gæti verið dýrkeypt fyrir afturlendingamenn sem hafa náð 4 marka forskoti. Geta Stjörnumenn saxað á það. Saxað. Benedikt á Ísak. Aftur á Benedikt. Frábær sending. Jóel. Hann getur ekki klárað. Og aftur varinn. Og hann lína er ekki nógu fljótur út úr teignum. Stytti sér hann leið og dómarinn dæmir línu. Einar Baldvin enn og aftur að standa sig í markinu. Skipta hérna bolta. Afturlendingamennirnir ræða hérna eitthvað á milli sín. Línumaðurinn og Birgir Steinn. En útiloka Stjörnumenn Birgistein á miðjunni. Sendir hann á Harra. Harri á Birgistein. Harri kemur á ferðinni. Og Benedikt mætir honum. Þetta er bara of auðvelt. 1 á 1. Harri er fljótur á fótunum. 21-26. Og þessi leikur er að fjara út ef að Stjörnumenn svar ekki. Og þetta er ekki bolti. Hvaða upphlaup hérna? Íhor. Klára vel. Hann klikkar ekki á þessum færum. 21-27. Stjarnan tekur bara leikhlé. Það er ekkert annað í stöðunni. Við erum ekkert að bíða með þetta. Það er nægur tími ef þeir taka sér taki núna. Já. Ellers og Stjörnumenn hefur ekki alveg í sama stöðu voru í fyrri hálfleik.
Aðeins búin að hægjast á liðinu, sérstaklega núna seinustu mínútur. Afturölding einhvern veginn fundið lausn á þessari 5-1 vörn sem að Stjarnan stilti hérna upp í byrjun leiks sem að virkaði vel, en það er eitthvað sem þarf að skoða núna. Og eitthvað segir mér að Einar Baldvin í Afturöldingu sé ekki að hjálpa Stjörnumönnum með kjarkinn. Nei, sá hefur verið góður í dag. Hún er bara spurning að hætta að saksa lauk og byrja að sjóða pulsuna. Já. Það kemur að aðalréttinum og það eru senustu 10 mínúturnar eða svo sem við höfum eftir hérna. Mikilvægar mínútur. Jæja, bæðilið. 6 marka munur. Hvað geta Stjörnumenn gert? 13 mínútur eftir. Do you believe in miracles? Because I do. I believe. I believe. Við erum að vera taktískir. Við erum að sjóða saman í góða vörn. Hér í Heklu höllinni. Já, byggja þetta á sterkum grunni sem er auðvitað vörnin af því að við þurfum að stoppa þennan leka. Afturöldingamenn hafa leikið hérna lausum hala í sóknarleiknum. Traustir og einblín á fagmennsku. Muna traustið, strákar. Við erum að elda pulsa, ekki hamborgara. Andri af Ísak og Ísak sækir á. Þetta er bara ekki nógu gott. Stjörnumenn verða að nýta sér það. Afturölding er einum færri í þessari sókn. Ísak á, getur maður Andri upp í lofti, skýtur og enn kanona nema því miður í stöngina. Stjörnumenn verða þetta að stilla upp í aðra sókn. Ísak Logi, Pétur Árni, frábær sending, Jóel. Vel klárað. Setur hann undir eina baldin. Tilbúinn að taka við þessu á línunni. Það er ekki bara spurning að gefa eða þiggja. Það verður tilbúinn að vera að þiggja, taka á mótónum. Það skýr hana frá sér. Er að gefa en að þiggja. Steytist í jólin. Mikilvægt er að þiggja samt. Og klára. Harri á Birgistein. Við erum leika hérna ansi aftarlega á öllinum. Mikil pressa frá Ísaki Loja. Og eitthvað darrað dansand á línunni og Íhor. Er þetta ekki hausinn á Adami? Jú, mér sýnist það. 2 mínútur á Íhor. Þetta, Jón Ásgeir er ánægður með þetta. Þetta getur verið mjög dýrkeypt fyrir Afturöldingamenn og mjög mikilvægt fyrir Stjörnuna. Íhor er nefnilega búinn að vera góður og taktískur leikmaður hér, sérstaklega í seinni hálfleik. Þetta vont fyrir Afturöldingamenn að missa Íhor á velli. Hann er frábær hornamaður. Þetta eru góðar mjaðmir, stöppa hátt, mjúkar. Ég segi alltaf, hann er með þessar axlir eins og ég segi alltaf. Hann er með þessar axlir. Þessar axlir og mjaðmir. Ísak á Tandra. Tandri aftur á Ísak. Það þurfa þær að fara að skora. Það gerir Ísak aftur á Tandra. Tandra og Ísak. Ísak aftur á Tandra. Það er bara pakkaleikur. Jóel snýr hann af sér. Og það er bara víti. Svo einfalt er það. Birgisteinn ræður ekki við Jóel Bernburg. Svo er víst að menn mega ekki vinni teiknum á meðan þeir eru að verjast. Nei, það er í reglunum. Tandri kemur enn og aftur hér á vítaskiptu línuna. Ég vil sjá kanónum, gefa hann fastan. Sem að gerir, markmaður hreyfist alltaf, hann sá ekki að klárað. Boltinn var það fastur að það tók ekki fyrir markmann að færa sig. Here comes the boom. Takk fyrir. Já, við erum ekki að tala um Double Chunk Chocolate Cookies eða Chicken Bake hérna. Við erum að tala um handbolta, pulsur og stemmingu. Lær. Birgisteinn, þeir eru ennþá að leita í Birgisteinn til þess að byrja sóknirnar. Þeir eru að tegja mikið á vörn hjá Stjörnunni núna. Seinni hálfleik spila aftarlega. Mikið tegja. Láta Ísak hlaupa mikið hér. Ísak og línan. Þetta er hann er að snúa sér og skila sér inn í netið. Þorvaldur er bara, það er þungt í honum pundið. Andri ræður ekki við hann. Ísak leitar að setningunni. Þetta var furðulegt. Stólinn bolti. Kemur Árni hérna. Hann gefur hann mjög fastan í netið. Og enn og aftur er komið 6 marka forskot hjá Afturöldingamönnum. Geta Stjörnunni að minnka muninn. Pétur Árni geysist þetta í gegn. Vá, vel gert. Ífurlega fljótur á fótunum hann Pétur Árni. Frábær leikmaður. Þetta fer núna snúast að þeir hætta að skora og við byrjum að skora. Heldur betur. Það er það sem það snýst um.
Ég veit ekki mikið handbolta en ég veit að handboltin mikið í úrliðinum. Sterkir úrliðir skila sér í skotunum. Og eitthvað segir mér að Tandri Már sé með sterka Birkisteinn. Já. Við sýnum stjörnumenn byrja að fá smá svona smjörþefa aggressífum taktíkum, hvað sem maður á að kalla þetta hérna. Það er aðeins Tandri Már. Aðeins haldið aftan í honum. Þetta má alveg í Hekluhöllinni. Hvað verið að tala úrliðin á hann? Þetta var bara úrliðin, það sem hélt aftur í hann. Afturöldingamenn taka hérna leik hér. Þeir eru alltaf aðeins að skerpa á þessu. Já, Gunnar Magnússon ætlar ekki að missa þetta frá sér. 5 marka munur. Já. Stjörnumenn hljóta að finna einhverjar færslur á þessu. Alveg alveg þetta hvernig stemmingin í stjórnum. Já. Nei, en það er hérna, það er rétt. Það er búin að vera ágæti stemming hér í Hekluhöllinni. Það er stemming í Hekluhöllinni eins og hann Maggi okkar Disco segir oft á títt. Afturöldingamenn stilla sig hérna upp. Aftur búin að endurheimta sinn mann Íhor. Hann byrjar þetta. Hann bóttar ekki komið í botn. Og púlsinn komin í botn. Svona viljum við Það hafa er allt í þetta. botni hérna seinustu mínúturnar í leiknum. Blær á Birkisteinn. Sýnir Stjarnan ætla að breyta aðeins útfærslunni. Ekki sækja svo hátt. Það liggja aðeins aftar. Jón Ásgeir kemur, mætir þeim. Hann er með aðra hendinni í þessu. Tandri. Og Hallur, vel varist þarna. Fín samloka hjá honum Tandra og Jóni Ásgeiri. Blær, hendi komin upp hjá dómarunum. Þarna. Þetta Hann vel er að gert snúa hjá sér Þorvaldi. hérna. Þetta gæti verið. Þetta er dýrkeypt. 2 mínútur á Jón Ásgeir Eyjólfsson. Hann er komið með 2 mínútur. Hvað gerir Hrannar Guðmundsson nú? Þetta er mjög dýrt fyrir stjörnumenn. 8 mínútur eftir, 6 marka munur. Getur Stjarnan fengið eitthvað út úr þessum leik? Ég veit að ég vil fá eitthvað út úr þessum leik. Ég er búinn að fá eitthvað út af þessum skotum hjá Tandra, en ég vil bara meira. Stjarnan, Íhor, sækir hérna, ítir hressilega í Pétur Árna. Starri sækir hérna inn á miðjuna, leysir út. Pétur Árni, og Hans Jörgen. Stjörnumenn ekki að finna þessa glufu sem verður að leita af. Þeir eru búin að loka á Tandra hérna. Tandri. Og Tandri með ennina negluna. Saksaði þetta og reyktu þetta. Settu þetta í pípuna þína og reyktu það. Tandri Már Konráðsson. Hann ætlar ekki að gefast upp hér í kvöld. Ekki setja í pípuna, bara saksaði þetta og reykja þetta. Þetta var það flott. Hann er að finna sig. Þeir eru búin að loka hérna á Tandra í núna seinustu mínúturnar. Gott að hann sé aðeins að finna sig samt og skila þessum neglum sem við erum búin að biðja um. Já, þetta er afturleika með sæna bolta. Þetta er Stjarnan. Það er að virka hjá þeim að liggja aðeins niðar. Þetta á Pétur. Þau verður bara að finna glufurnar. Það þýðir ekki bara að taka hetjuskot. Þetta á Pétur. Skipta á milli hérna. Íhor, þetta er agalegt. Og hann klárar þetta bara. 25-31. Þetta var heldur auðvelt fyrir afturhaldingamenn. 6 mínútur eftir og 6 marka munur. Getur Stjarnan unnið sig út úr þessu? Komnir í ansi kreppa stöðu hérna. Hrannar Bragi Eyjólfsson stígur hérna á völlinn. Höfðingi mikill. Starri Friðriksson leitar á Hrannar Braga. Pétur Árna. Hans Jörgen og brotið á honum. Hann er ekki aftan í honum. Ég er ekki frá því.
Hrannar Bragi með rosalegt presens. Honum líkar illa að tapa. Og þetta bara góð vörn hjá afturhendingu. Hendin komin upp. Hrannar Bragi á Hans Jörgen. Hans Jörgen reynir að fikra sig áfram. Þetta vel varist. Á Hrannar og Hrannar upp og varinn. Gripinn, Einar Baldvin. Enn og aftur. Haflaup og Íhor Kopczynski. Íhor léttur á fæti, góða með mér, góðar axlir, góður úliður. Skilar sér í góðum bolta. Á Pétur Árna og hann missir boltan. Og enn og aftur er Blær Hinriksson á Árna. Og þetta lítur ekki nóga vel út fyrir Stjörnumenn. Stjörnumenn, valdi í móinn. I believe in goddammit, það er erfitt að vinna sér úr þessu. Með 5 mínútur eftir á leiknum. 8 markamunur, 4,5 mínútur eftir. Hvað ætlar Hrannar Bragi Eyjólfsson að gera hérna? Stillir hérna upp. Frábær sending, Sigurður Jónsson. Sigurður Jónsson! Við segjum Sigurður Jónsson. Setur hann upp í þaknetið. Mikill gæðingur. 26-33. Harri á Birgisnæ. Ævar. Aftur á Harra. Birgir. Þorvaldur og þetta er ekki nógu gott. Birgir Steinn liggur hér eftir en stendur upp. Virðist ekkert að vera að honum. Stjörnumenn ekki sáttir. Þurfa að taka miðun aftur. Birgir Steinn og Hrannar að rífast. Þetta er sjaldséð. Hrannar er yfirvegamaður og lætur ekki á sig sjá. 2 mínútur Hrannar Braga og á Birgir Steinn. Hvað er að gerast? Hrannar Bragi er ekki sáttur við þetta og nú heldur hissa að hafa fengið hennar dóma á sig. Hér ætlar allt koll að keyra. Það má segja að það er komin mikið hiti í þennan leik. Afturhaldingamenn fagna þessu innilega og þetta er svo sannarlega ekki það sem að Stjörnumenn þurftu á að halda. Þetta var dýrkeypt. Stundum verður menn að læra að loka trandinum þegar það eru svona mikið undir. En þetta var nú heldur skrítinn dómur. Furðulegt að dæma svona eftir á. Já. En áframheldur leikurinn. Þetta er svona eins og maður kallar dæma eftir orsök ekki afleiðingu. Nei, Afturhaldingamenn eru komin hérna í mikla stemmingu í Hekluhöllinni í Garðabænum. Og menn á bekknum staðnir hérna upp og reyna að hvetja áfram stúkuna. Já, Ísak Logi, Pétur Árni sækir á þetta. Þeir hafa náð að læsa á vinstri hendina. Það er ekki alveg að skila sér. Spurning með það hvort að Pétur Árni sé 100% eftir meiðslin á hann. Ísak Loga, Ísak og aftur á Pétur og Sigurður Jónsson! Við segjum Sigurður Jónsson enn og aftur skila sér úr gólfinu í þakklæti. Sárabót. Þakklæti, ég segi þakklæti. 27-34. Það er 2 mörg á mínútu. Það væri ekki nóg. Starffræðin hefur ekki verið okkar sterkasta máli gegnum tíðina. Ég verður að afsaka þetta. Kæru hlustendur. Vel stólið og stóri bolti hjá Ísaki. Það er upplöf mikið tómt mark. Einberg sér slakur. Já. Þéttingsfast í netið. Gæti eitthvað gerst hér. Er skjálfti afturhaldingamönnum. Þetta er ekki búið fyrir en hún syngur eins og skáldið sagði. It ain't over till it's over, boy. Harri, Frílan er gapandi frí og þetta er bara allt of auðvelt. Daniel Bæring, Stjarnan að vísu einu færri, bæðilið einu færri. Afturhaldingamenn vinna mikið með sama kerfi hér, en Stjörnumennum hefur ekki tekist að koma í veg fyrir það núna í seinni hálfleiknum. Afturhalding ætla sér bara að sigla þessu heim síðan. Skila sér á línuna. Sigurður Jónsson! Og við segjum Sigurður Jónsson enn og aftur einsmör í gólfið og þaknetið. Fallegt er það. Einhvern veginn er hann alltaf að grípa boltan þegar hann stendur á línunni. Hann er svolítið slímdur við parkettið. Ætti hann sé búinn að tróða harpix undir skóna, hver veit. Hann stendur allavega fastur á sínu og skilar alltaf. Þetta er það sem ég var að tala um áðan. Með að ekki bara þykja, heldur gefa líka og það er hann að gera núna.
Hann er að sýna hérna þjálfurum Stjörnunnar að það býr eitthvað í honum. Ævar Smári. Og hann Það Stjörnumenn mættir að reyna að verjast þessu. Sjöbjörn búinn að lesa þetta. Harri. Stjörnumenn reyna að lesa gegnum þetta. Aron Valur setur þetta. Fyrsta mark í þessum leik. Stjörnumenn hafa átt erfitt með að koma sér úr þessum 6 marka skoti sem er búin að vera hérna í seinni hálfleik. En nú er komið 7 marka forskot. 29-36 fyrir afturheldingu. 40 sekúndar eftir. Klára þetta með reist. Stjörnumenn Í fullri reist. Upp í loftið og þetta skilja sér ekki. Einar Varið Baldvin hjá honum Einari. enn og aftur að verja frá Stjörnumönnum. Það er svona, já, ekki saga leiksins, en Stjörnumenn svolítið að skjóta sig í fótinn. Harri á Ævar Smára. Þessir hann út, Aron Valur á Harra og aftur á Aron Val. Sá er orkumikill. Út af fyrir boltinn. 4 sekúndur eftir. Áfram, upp í Hans hraðaflaug. Jörgen og hann Beint á Ritis. setur á Ritis. Og þetta og leikurinn er búinn. Hér Þá er er leikurinn leikurinn lokið. flautaður af. 7 marka munur eru loka niðurstöður hér í Hekluhöllinni. Stjarnan 29, afturhelding 36. Og afturheldingamenn koma henni á völlinn og taka hinn klassíka hring og fagna hér í hringekju eins og þessi sirkus. Sem ég held að væri nú fyrir börn, en það er kannilega á líka heim í handbolta. Já, við Halldór þökkum hérna fyrir okkur. Ég heiti Tómas Freyr og við verum með ykkur í allt kvöld. Takk fyrir mig.